Þetta lítur að vera gífurlega svekkjandi hérna. Já, klálega, mjög fullt að tapa og sérstaklega svona úrslitaleik en það er bara lífið heldur áfram og við þurfum bara gera betur á næsta ári. Svona frammistaðan, hún var samt bara mjög góð fannst mér fannst þið loka vel á afturlendingu og skapa alveg færi. Já, mér fannst sko leikurinn í raun og veru mjög jafn, þetta er stálið stál en mér finnst við samt vera ofan og vera aðeins betri. En þetta var svolítið svona, eins og ég sagt að fyrsta marki vinnur og hafa raunin en þú veist, það var ekkert í þessu, við fáum 1 eða 2 færi í fyrri hálfleik og er mögulega að fá víti en annars bara, þú veist, fín frammistaða í okkur, ekkert að því. Var ekki mikið högg að missa Sami Kamel út af í fyrri hálfleik? Jú, það er alltaf vont að missa góða leikmenn út af en hann bara meiddist og þurfti að fara út af og Ari Steinn kemur inn á og stóð sér vel og þannig að það er bara eins og það er. Svona í eftirauki, er eitthvað sem þú myndir breyta í uppleggi liðsins eða var þetta bara svona flippa coin? Nei, ég myndi alls ekki leggja leikinn eitt öðru upp nú eftir á en þetta var, við vissum það að þetta yrði jafn leikur og það var raunin, þetta var stál í stál og bara þetta er mikið afturlending með þetta. Hvernig telur að tapið hafi áhrif á leikmenn? Heldur þetta að muni leggjast þungt á leikmenn? Nei, þú veist, svektir í kvöld, svo heldur bara lífið áfram. Tökum okkur frí og svo mætum við aftur að æfingu í nóvember og byrjum að æfa aftur fyrir næsta tímabil. Takk hérlega, Halli.